Stjórnmálamenn, þeir hafa lag á orðahlutina og einn af þeirra uppáhaldsfrösum fyrir hver einustu kosningar búum öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Hvers konar tal þetta? Ég stjórnmálamaður, aldraðir, það svona eitthvað svona fólk sem orðið vandamál. Það var að vísu vinnukraftur bara rétt áðan, en nú það hætt að vinna og þá það hætt að vera gagnlegir þegnar. Þetta orðið vandamál og ég verð að sjá það að ég áhyggjulaust ævikvöld. Hvað segir ykkur það? Það ekki til sem heitir áhyggjulaust ævikvöld. Þegar áhyggjurnar eru búnar, þá komið nótt. Á fyrri öldum, þá var fólk almennt ekki eins gamalt eins og núna. Það var fleira en eitt sem kom til. Barnadauði, hann var hár og fólk varð ekki eins gamalt ef það lifði af bernskuárin eins og það verður núna. Og þetta þróun sem við höfum séð lengi, þó hefur hún fyrst og fremst tekið við sér svona síðastliðin 150 til 200 ár. Og það kom mér svolítið óvart að ég fór að athuga þetta núna fyrir áður í flutti erindi, að barnadauði hann byrjaði strax að lækka svona upp úr 1750 verulega og náðu geysilega miklum árangri árið 1900 og það hefur haldið áfram. En lenging ævinnar hjá fólki sem orðið sjötugt, hún byrjaði ekki verulega fyrr en árið 1950. Horfði á tölur fólk í Breitlandi að þá var það þegar fólk var sjötugt, þá gat það búist við því að lifa það bil 9 ár. Núna, 70 árum seinna, 72 árum seinna, þá getur það búist við að lifa það bil 16 til 17 árum lengur eftir að það var sjötugt. Það var 87 ára í staðinn fyrir að verða bara 79 ára. Það sem sagt að verða geysilega breytingar bara á okkar æviskeiði og þetta heldur áfram alveg ár eftir ár. En lífslíkur eru ekki eitthvað sem gengur eitt yfir alla. Það ekki þannig að þegar sagt að við getum búist við því að verða svo og svo gömul, að við verðum öll jafn gömul, verðum misgömul og það kemur í ljós að það líka mismunur á því hvaðar væntingar eru til ýmsu hópa. Við sjáum það til dæmis að fólk með meiri menntun, það virðist lifa lengur heldur en fólk með minni menntun. Konur virðast lifa lengur heldur en karlar og athugun sem við höfum gert á lífeyrissjóðunum sýnir það að fólk í lífeyrissjóði verslunarmanna lifir lengur heldur en í flestum öðrum lífeyrissjóðum. Þannig að hver leiðin fyrir karlmann að lifa sem lengst? Jú, það að mennta sig vel, fara í kynskiptaaðgerð og ganga í lífeyrissjóð verslunarmanna. Það auðvitað hægt að líta á langa ævi sem vandamál og sumir virðast nærast á vandamálum, til dæmis stjórnmálamenn, þeir horfa alltaf á allt sem vandamál. En ég segi, auðvitað það ekki vandamál þó fólk lifi lengur. Sérstaklega þegar það hefur fylgt með að fólk heldur fullri heilsu miklu lengur heldur en áður. En það þó þannig að við erum að horfa á þetta sem tækifæri. Við erum að horfa á þetta sem tækifæri fyrir allt samfélagið, tækifæri til að lifa lengra og betra lífi heldur en áður. En það hefur ekki farið fram hjá til dæmis fjölmiðlum eða pólitíkusum eða svona spekingum sem að spjalla í útvarpi á morgnana, þeir að fylla dagskrána. Einn af þeim frösum sem ég heyri býst oft það að börn sem fædd eru á okkar öld, 21. öldinni, þau geti búist við því að verða 100 ára. Það bara ekki rétt. Það ekki rétt að börn almennt geti búist við því að verða 100 ára. Ég fletti upp bara vegna þess að ég hef sér aðgangað lífslíkum lífeyrissjóðs verslunarmanna að
fólk sem að fæðast núna, og ef það væri nú að fæðast inn í þennan lífeyrissjóð, við gerum ráð fyrir því að allir sannir sjóðfélagar gæti þess að börnin þeirra fari í lífeyrissjóð verslunarmanna líka, vegna þess að hann er svo hollur og góður sjóður. Þau geta búist við því að verða svona 88 til 90 ára. Konurnar aðeins eldri heldur en kallarnir, en ekki 100 ára. Það er ekki fyrr en eftir rúmlega 100 ár, það er að segja, já, nákvæmlega 100 ár reynda með stúlkur sem fæðast árið 2122, þær getur búist að verða 100 ára, og piltar, að í bili nú alltaf að minnka, að þeir gætu búist við því að ná þessum sama árangri 2129. Og hvenær verða þá kallar og konur stödd við fæðingu? Jú, það er nákvæmlega árið 2160. Og ég er tilbúin að veðja við hvern sem er hérna inni að þessi spádómur mun rætast. Þá verða við bæði 103 ára og það er þá árið 2263 sem að við getum staðfest það. Ég fór að hugsa það svona svo lítið að því að við erum að fjalla ellina og lengingu ævinar að hvað er nú fólk sem að lifir lengst, og ég fletti þessu upp á netinu og öll viska okkar kemur núna frá Google og ég hugsaði með mér elsta kona heims, að því almennt verða konur eldri heldur en kallar, og fyrsta fyrirsögnin sem ég fann var elsta núlifandi kona heims er krýnd elsta núlifandi kona heims. Jáhá, það er bara eins og sigurinn í maraþoninu fékk gullverðlauna því að hann ég fannst það hún sérstaklega ekkert mjög merkileg frétt, en það er kannski ekkert ómerkilegra heldur en annað. Ég las hún samt áram. Það var kona Kane Tanaka. Hún var fædd 2. janúar árið 1903 og hún dó, já, hún var þarna lifandi, en hún varð 119 ára og 107 daga gömul. Og hvað skildi valda því að hún var japansk, að Japani verða svona gamlir. Við höfum sagt að mataræði, heilbrigðisþjónusta og svo staðreynd að Japanir vinna fram eftir aldri sé ástæða langlífis í landinu. Þetta er nú ágætt. Það reyndar áttu nú ekki alveg við Kane Tanaka, eða Kane Tanaka er kannski sagt. Hún hætti að vinna 63 ára, þannig að hún var rétt tæplega 60 ár á eftirlaunum. En hún misti manninn sinn árið 1993 eftir 71 árs hjónaband. Það er nú býsna vel að sé vikið. En segjum það nú að Kane hefði gifst aftur bara strax eftir að misti manninn sinn, þá hún samt náði að halda silfurbrúðkaup með seinni manni sínum. En hún stendi á 120 ára en það klikkaði. Það er nú bara svona. Það er svolítið erfitt að stefna svona meti, alltaf að færast nær og nær og hún er alveg að koma að því. En hún þakkaði því, það var trúin á Guð, það var fjölskyldan, góð svefn, vonin, gott mataræði og, hlustuðu nú vel, og stærðfræði æfingar. Þetta var það sem hún sagði. Þannig ég hveti ykkur eindregið til þess að borða vel, sofa vel og stunda stærðfræði æfingar. Það reyndar, þegar ég las þetta, ámyndi þetta með á söguna sem að kom til læknis. Þannig að það var eitthvað misdægurt og læknirinn segir við hana, já, ég er nú bara ekki góða fréttir fyrir þig. Nú, segir hún, já, það er bara þannig staðan með því að þú ert haldinn alvarlegum sjúkdómi og þú átt bara 1 ár eftir að lifa. Hún segir, hvað mig góður, bara 1 ár og er ekkert sem ég get gert. Já, besta ráðið sem ég get gefið þér er að þú eyðir þessu 1 ári á eyðieyju með tryggastærðfræðingi. Já, og lifi ég þá lengur? Nei, en það virðist vera miklu lengri. Nú, en það eru fleiri sem hafa haft þennan titil, elsta kona heims. Nú er það Lucille Randon, frönsk kona sem er elst, hún er í dag 118 ára, 270 daga gömul og það er maður sem er í því á hverjum einasta morgni að bæta við einum degi
í ævisögunni hennar á Wikipedia. Hún vann í fullri vinnu til 75 ára aldurs, en svo hélt hún áfram að vinna sem sjálfboðaliði við umsjón við öldruðum allt þangað til hún var 100 ára. Og hvað telur hún að valdi sínu langlífi? Já, hún fær sér súkkulaði og glasa víni á hverjum einasta degi. Ég fór að hugsa svolítið um þetta. Elst, það er nú svolítið spennandi, það metir alltaf svolítið spennandi og þá fór maður að hugsa hvað ætli hafi nú verið á mínu æviskeiði. Jú, það hafa 70 konur verið elstu menn heims. Já, það er áhugaverð tala, hugsaði ég. Svo fór ég að hugsa með mér, já, að ég var nú að hugsa hvernig ná menn mestu langlífi. Hver ætli sé nú hættulegustu störfin? Og ég fletti því upp, jú, það er skógarhögg og það er námugröftur og það er geimferðir. Og í skógarhöggi þá er það svona cirka 1 af hverjum 1000 sem deyr á hverju ári og svo er það minna þarna hinu. En það er miklu hættulegra að verða elsta kona heims, af því þær hafa dáið 70 á þessum 67 árum sem liðin eru frá því að ég fæddist. Það er bara 1 ár í senn. Þannig að ég myndi ekki mæla með því að þið myndi endilega stefna þessu, minnst hvort ekki fljótlega. En við höfum verið að hugsa um það, er það eitthvað varið í það að verða mjög gamall? Og jú, rannsóknir sýna það að það er alltaf að verða betra og betra. Það er að verða ekki bara lengra líf, heldur erum við líka að ná betra lífi. Ég hef eins og sagt það að eitt af því sem stjórnmálamenn hafa áhuga á, þeir eru alltaf að hafa áhuga á vandamálum, er það að fólk kosti svo mikið þegar það er orðið gamalt, af því að sagt að mestur hluti af sjúkrakostnaði einstaklinga falli til á síðasta æviárinu, að þá hef ég sagt, já, það er einfalt að leysa þetta. Ef við bara ákveðum það að ævin verði 1 ári styttri, nú þá losnum við helminginn á sjúkrakostnaði þjóðarinnar. Og þar hef ég gerði þetta síðast ára örugglega frekar ömurlegt, þannig að ég held að þetta sé lausn sem öllum myndu vera ánægðir með, bæði samfélagið og einstaklingurinn. En horfum nú á hvað á að gera. Er 67 ára aldur eða 70 ára aldur, eftirlaunaaldur, löggilding eftirlaunaþegans, er það einhver heilög tala? Ég segi nei. Ég er eindregið þeirrar skoðunar að allir þeir sem að vilja og geta eigi á að fá að vinna eins lengi eins og þeim sýnist. Þeir verða að hafa vilja, vegna þess að sumir vilja bara ekkert vera að vinna, þeir vilja gera annað, þeir vilja sinna fjölskyldunni eða öðrum hugarefnum og þeim finnst gott að hafa meiri tíma heldur en áður fyrir sjálfan sig heldur en vera í festri vinnu. Ég reyndi að vara aðeins við því, ég var að setja upp núna á morgun, þá ætla ég að hitta í hádeginu 2 gamla bekkjarfélaga mína, þeir eru báðir hættir að vinna fyrir 1 eða 2 árum og það tók okkur 2 eða 3 daga að finna tíma þar sem þeir voru báðir lausir. Ég var laus alla daga, ég er bara í vinnunni. En svo eru aðrir sem munna sér best með störfin sem þeir hafa yndi af og hafa kraft til þess að vinna og það er allt of algengt að fólk sitji heima og finnist það allt í einu orðið tilgangslítið. Það er þannig að maður er manns gaman og þau sem heima sitja hitta kannski ekki marga og fá því ekki þá uppörfun sem skyldi. Menn verða að hafa getu líka, vegna þess að það er engum greiði gerður að því, alveg sama hvað menn eru gamlir, kallar eða konur, að vera í störfum sem ráða ekki við og hafa aldrei. Ég hef verið skammaður fyrir þetta, því þetta er ekki fyrsta sinn sem ég lýsi þessari skoðaminni. Ég hef verið talað um þetta í viðtölum, talað um þetta á fundum áður og það hafði samband við mig starfsmannastjóri í fyrirtæki og sagði það veist að þetta er alveg ómögulegt beðandi. Það er svo erfitt þegar maður þarf að vera eiga viðtölu fólk og segja, heyrðu, nú er það nú bara þannig, Guðmundur minn, að þú ert nú gamall og þú getur ekki unnið lengur. Og ég segi, býttu, á að láta alla sem vilja og geta unnið hætta bara því einhver starfsmannastjóri finnst erfitt að eiga viðtal við einstaklinga. Fyrir hvað fara starfsmannastjórarnir kaup? Það á ekki að fara eftir þessu. Ég get alveg séð það að það er að fara yfir það kannski einu svona ári þegar mann er búin að ná ákveðnum aldri.
með yfirmanni, hvort að menn henta lengur í störfin, hvort að menn ráði lengur við þau, en það er engin ástæða til þess að segja 69 ára, 11 mánaða, þá viljum við hafa þig 70 ára, vekk með dag. Nei. Einhver kom með aðra ástöðu og sagði, heyrðu það, nei, það sér það nú bendið. Það væri nú anskoti gott ef við værum með 70 ára regluna, ef við bara horfir á Bandaríkin og Trump. Ég segi á móti, býtu, já, Putin, hann átti afmæli daginn, hann var 70. Það er nú ekki gott að vera lausið hann. Ég segi, ef við ætlum að losna við svona fýra eins og Trump og Putin, þá þurftum við að hafa eftirlauna aldurinn 30 ár. En það er þannig að það er ekki bara einstaklingurinn sem tapar á því að fá ekki að vinna. Það er samfélagið tapar miklu vegna þess að elsta fólkið er það reynslumesta og verðmætasta fólkið sem mætir. Frábært starfsfólk, sjaldan veikt, aldrei frí vegna veikra barna, mætir á réttum tíma og veit hvað það á að gera. Ég hef mikla reynslu af því að hafa fólk í vinnu yfir 70, yfir 8 frábært starfsfólk. En það er líka til frægt dæmi úr atvinnulífinu, þar sem að því að mennir með veskinn þurfa nú alltaf að fá konkrét dæmi. Eitt frægasti fjárfestir heims, Warren Buffett, hann hefur náð ævintýrlegri ávöxtun með fyrirtæki sitt Berkshire Hathaway, það er svona sjóður, og hann hefur náð 20% raunávöxtun á hver einasta ári held ég frá árinu 1955. Aldamótin þá var netbólan í gangi og þá gekk hans sjóðum ekki sérstaklega vel, ekki vegna þess að hann tók þátt í netbólunu sem sprakk. Nei, vegna þess að hann tók ekki þátt í henni, hann var bara í einhverjum svona venjulegum gamaldags fyrirtækjum. Þá var Warren Buffett kominn 70 og maður sá það gat var þetta opnað viðskiptablað eða tímarit, að hann sagði stæði, nú er komin tímið fyrir Warren Buffett að setjast í helgan stein, hann hefur ekki touchið lengur. Frá aldamótum þá er sjóður Buffett búinn að sjöfaldast af verðmæti. Á þessum árum hefur hann vissulega helst frá 70 til 90 ára, en ég held að það gæti hver einasti unglingu verið býsna ánægður með þessa framistöðu. Buffett hefur verið stundum spurður af því, þeir sitja svona á fundum, aðalfundir í þessu félagi haldnir í íþróttahöllum að því það er svo margt fólk sem vill vera með í hópnum og þarna ræðir Buffett svona sín heilræði og hann stundum spurður af því, eða var stundum spurður af því, já, hvað ætlar að gera, nú verður þú nú ekki eilífur, Warren, hver getur tekið við þér? Þá benti hann alltaf á manninn við hliðina á sér. Nú, Charlie Munger. Charlie er núna 97 ára gamall. En það er ekkert sem segir það að við 70 menn þurfum að fara að snúa sér að einhverjum allt öðru. Við sjáum til dæmis ef við horfum til Bretlands að þar er 73 ára maður sem var að taka við nýju starfi, að vísu af 96 ára gamalli móðursinni. Karl Bretaprins, hann hafði ekki gert allt sitt líf, svo loksins 73 og þá byrjar hann að vinna. Og þvílík afköst, mamma hans, hún var með 15 forstöðisráðherra á 73 ára valda eða 72 ára valdatíð sinni. Hann er búinn að vera í 2 mánuði og hann er búinn að vera 2. Nú, það eru fleiri. Það var sagt með Verdi, sem var eitt mest óperu tónskáld allra tíma, að hann væri nú líklegast, og það er nú þannig með tónlistamenn að þeir semja nú yfirleitt sína bestu tónlist, eða það er algengt, á yngri árum. En þegar hann var rúmlega 60 þá samdi hann sálumessu og margir sögðu, já, sálumessa, það er nú svona gott loka verk og það var vissulega geysilega glæsileg sálumessa. Og menn svo, já, þetta gerði nú Mozart líka, var hann síðasta verk, hann náði ekki eins og hann kláraði það áður en hann dó. Og menn svo, já, ok, svona fá nú með Verdi. En nei, það var rúmlega 70 þá
samt að Otello sem var einhver vinsælasta ópera allra tíma, mjög glæsileg. Svo, já, þetta gat kallinn, hann átti einu óperettur, en það reyndist bara að vera rangt. Hann átti aðra óperettur. Hann fór að tala við félaga sína og segja, ég er búin að semja svo margar alvarlegar óperur, nú ætla ég að gera eitthvað allt annað, ég ætla að semja gaman óperu. Hann samdi óperuna Falstaff, var frumflutt og ég minna hann að verið 82 ára gamall. Í lok óperunar, þá var klappað fyrir honum í samtals hálftíma. Þessu höfðu mist af 2 glæslegustu óperum sögunar ef að Verdi hefur skikkaður til þess að fara á hætt að vinna 70. Nú, við þurfum ekki að fara endilega í klassísku tónlistina. Margir þekkja hljómsveitina Rolling Stones. Þekkja hann bara allir hérna inni. Og það er svona undarleg hljómsveit, það voru aðaltöffararnir þegar ég var strákur og þá voru þeir svona unglingar, þeir hafa verið svona rúmlega 20-25 ára gamlir, miklir töffarar. En þeir eru með mjög einörðum vilja, þá tókst þeim að breytast úr unglingum í þreytuleg gamalmenni innan við 20 árum. Þannig að 50 þá voru orðnir rúnumristir og fólk flýtti sér á tónleika með þeim fyrir aldamót bara til þess að ná þeim áður heldur en að það væri orðin seinan. Ég náði þeim þetta ekki fyrir aldamót, ég náði þeim 2 ár síðan. Og ég tók eftir því að Keith Richards, sem er einn föngulegu manna þarna, hann í miðju lagi þá stoppaði hann og talaði við félaga sem fekk hjá hann sígarettu og þeir reyktu einu sígarettu. En maður gat ekki heyrt það neitt, væri að tónlistaflutningum þó þeir hættu. Ég er gaman að sjá einhver 25 ára að leika þetta eftir. En við þurfum ekki að vera til útláta. Halldór Laxness, hann samdi Kristi hald undir jökli, ein af sínum bestu bókum, hún kom út, þá var hann 66 ára gamall, samdi fjölmargar minningabækur sem voru að koma fram yfir áttrætt, sem betur verið engin svona regla hjá rithöfundum. Og Vigdís okkar Finnbogadóttir, okkar glæsilegi forseti, hún hætti 66 ára og margir hefðu sagt að nú gæti hún litið stolt öxl og verið ánægð með sitt ævistarf. En hvað gerði hún? Hún hefur haldið áfram, hún hefur verið sendiherra erlendra tungumála og nú er heil stofnun kennd við hana og ég hef það verið sagt á hún mæti í vinnuna hvern einasta dag og sá síðast bara mynd af henni í fréttunum nú hann rétt áður ég kom á þennan fund þar sem hann var á heimsráðstefnu kvenna. Nú, svo er líka alveg hægt að menn loksins finni fjöluna sína og seint verði. Margir vita það að við Guðni Ágústsson erum ekki alveg á sömu pólitískri línu og það er lærdómsríkt að horfa á hans feril. Guðni byrjaði sem bjálkufræðingur, sem ungur maður og það er auðvitað virðingarvert starf. Svo fannst mér nú heldur halla undan fæti vegna þess að hann ákvað að ganga í Framsóknarflokkinn og svo var hann þingmaður Framsóknarflokksins, seinna ráðherra og loks formaður. Þá fannst mér hann alveg hafa náð botninum, en ég er nú ekki alveg hlutlaus í þessu. En á 70 aldri þá vendi Guðni sínum kvæði í kross og gerir skemmtikraftur. Allir eru sammála því að það er einhver besti skemmtikraftur landsins og hefði það nú ekki verið betra en hefði fundið þessa fjöl miklu fyrr. En betra er seint en aldrei. En þegar ég segi að við höfum ekki hætt að vegna þess að auðvitað kemur að því hjá flestum að þeir hætti að vinna. En ef við hættum að vinna, gleymum því ekki að lifa. Það er eitt af því sem skiptir mjög miklu máli. Það er það sem ég tek eftir að ég hitti margt fólk sem er ræða um lífeyrismál. Almennt þá er það mjög algengt að fólk sé að safna peningum í ellinni. Vitum nú við, safna peningum í ellinni. Fyrir hvað er það að safna peningum? Það er nú spurning.
það var þannig einhvern tíma pabbi, en hann var á lífi, hann hringdi í mig og sagði, heyrðu, mér áskotnaðist hérna 1 milljón, getur ekki ráðlagt mér eitthvað skynsamlegt að gera við hana? Og ég segi, jú, það ekki, því er svo sannlega gert. Eittir nú í sjálfu þig, farðu í ferðalag og gerði eitthvað skemmtilegt. Það er einn aðalvandi fólks á ellilífeyrisaldri að það vill ekki ganga á sparnaðinn sinn. Ég hélt erindi fyrir cirka hálfu árið var fyrir fólk svona, sem var að hugsa lífeyrismál og það kom til mig maður eftir og sagði, heyrðu, já, ég var nú að hugsa þetta sem hún sagði við mig, eða sagði við okkur að við ættum að eyða peningum eða ekki vera að safna þeim saman til þess væru þeir að eyða þeim. Ég sagði, já, það er svo sannlega rétt. Sagði, já, ég er hérna og einlega sammálaður það, en ég bara orðið fyrir því núna á seinni árum að það eru 2 kettlingar sem eru farnar að heimsækja mig sífellt oftar. Og ég hugsaði nú, býtum við, heyrðu, svona tala hann nú ekki virðulega frænkur sína, því ég gerði það fyrir því að vera hvað frænkur sem væri að bögga hann. Nei, kettlingarna það voru annars var ellikelling og leti. Og ég segi, já, blessaðu góði, reynda að reka þær frá þér og hérna flýta þér eyða peningunum áður heldur en það hefur allt og þaulsætnar. Og það eigum við að gera. Ég spurði frænku mína eina, af hverju ertu alltaf að láta hækka í bankabókinni hjá þér? Til hvers er það nú? Og sagði ég vil nú skilja eitthvað eftir mig fyrir börnin. Já, það er nefnilega það. Og þú áttaði á því að börnin þau eru 61 ára, 62 ára og 67 ára. Nú, en vegna þess að ég veit að það eru tölur sem fólk hefur mestan áhuga á og ég deili þeim áhuga með ykkur. Að ef við erum að hugsa lengingu ævinnar, þá er það þannig að ævi karla hefur lengst 2,5 mánuð á ári. Já, það er mikið. Það eru 11 vikur, sem manni finnst það verið ennþá meira, og 77 dagar. Og það eru 6 dagar á mánuði, það eru 5 klukkustundir á viku, það eru 44 mínútur á dag, eða 1 mínúta og 50 sekúndur á klukkustund. Þess vegna segi ég við ykkur, ef ykkur finnst að það hafi algjör tímaeyðsla að hafa komið hingað og hlusta á erindi mitt, þá verðið þið búin að vinna það upp seinnipartinn á morgun.